FM 95 blöður hafi göngu sína þennan föstudaginn og 2 harðir mættir í stúdíóið. 2 hard, eins og maður segir á tísku. Já, beint á móti mér situr Gilsenegger, verður velkominn. Gilsenegger? Ekki byrja með svona... Ertu hættu með það maður? Það er flippaði föstudagur okkur félagunum í dag. Flippaði föstudagur? Já. Ok, hvað þýðir það? Ég var snúið bólnum við þig. Tökum við gott flip. Þegar þú flippar Egill, hvað gerir þú þá? Hvað er svona ekta flip hjá þér? Ég rýmir mikið úr og ofan í því góðu flipstöði, sko. Nei, það er ekki flip hjá þér. Okkur ekki. Af því að það er bara eitthvað sem þú vilt að allir sjáu. Nei, flip er eitthvað svona að snúa bólnum við eða... Ég hef aldrei verið feitar, ég hef 10% litaðir hárið eða eitthvað. Ég rýmir ekki úr og ofan núna, ég lofaði því, sko. Ég kleip mig 10,4% í klípunni. Ég er offitu sjúklingur. Með allt niður hörðu, hældi í muninu núna á mánudaginum. Á mánudaginn langar mig að drepa mig. Ákveður? Mér langar að drepa mig á mánudaginn. Það var rigning og dimmt. Já. Þú veist, bara á hádegi. Og mánudagur. Já, og mér langar að drepa mig. Hældi í muninu, nú er föstudagur. Mér langar ekki að drepa mig núna. Nei. Nú er ég bara hress. Það er líka sól og það er landsleikur ykkur, það er hellingur að vera í kvöld. Hældi í muninu á mánudaginn. Ég langar þig að drepa á mánudaginn. Nei, mér langar ekki að drepa mig, en það var virkilega svona dimmt yfir, ég veit ekki með það. Þú ert ánæðar í dag en mánudaginn ekki? Já, það bara segir sig sjálft. Maður er alltaf ánæður á föstudögum heldur en mánudögum. Það eru við ekki að gefa flöskubor í kvöld og austur? Það er hluti af dagskráni í dag. Við erum reynda með þéttan og skemmtilegan þáttandi ykkur kæru hlustendur. Við ætlum að fá Bubba Mortens. Bubba? Já, Bubba Gump. Hann er á leiðinu til okkar í smá spjall. Hann er rétt á komin, hann Bubbi. Ég ætla að tala við Bubba bodybuilding, því hann er að bodybuilder. Það er enginn talaði Bubba bodybuilding. Aldrei. Í neinu viðtali. Ekki bara bodybuilding samt. Já, bara tölum við mannin. Já, ok. Bubbi Mortens er á leiðinu. Svo ætlum við að heyra í umboðsmanni Jean-Claude Van Damme. Já, þið heyrðu rétt. Við erum að fara að hringja í umboðsmann Jean-Claude Van Damme. Við erum konum með númerið hans og þú fokkar ekkert í því. Nei. Hversu hart er það? Ég er kvíða að kasta hann svar ekki, sko. Já. En ef hann svarar ekki, þá er ég ekki búin að gefast upp á the $1 billion idea. Við hringjum þangað til að svara. Já, við erum bæði, sko, það er bæði búið að græða fyrir okkur númer hjá umboðsmannum hans og fyrirtækinu. Ég skal lofa hann svar. Það er bara staðfest. Ég vona það. Og fyrir ykkur sem er að hugsa núna í bílnum ykkar eða heima, hvað af hverju að hringi umboðsmann Jean-Claude Van Damme, þá er það því að Egill Einarsson var með $1 billion idea í síðasta þætti, þar sem hann vil fá Van Damme inn sem Jean-Claude Van Damme og selji smokka með okkur. Það munu allir nota smokka til það. Það verður vinsælasti smokkurinn. Það verður bara ekki til gæi sem er að fara einhver stundar mög og notar ekki smokk. En hvort seljum við Durex þetta eða framleiðum smokkana sjálfi? Ef ekki bara selja Durex hugmyndina? Og minnst að vesinni fyrir okkur félagana að bara hingi Durex. Þeir vilja ríða okkur í ganga, ekki? Jú. Já, Jean-Claude Van Damme. Já, það búið að selja þeim konceptið, sko. Svo erum við Sturla á staðrindra sínum stað og föstudagslægið með Chubby Little Loverboy. Chubby Little Loverboy. Sverrir Bergmann Magnússon er á leiðinni hinga með splunkunýtt föstudagslag. Svo er Breki eftir góða pásu. Hann ætlar að, ég ætla að heyri í honum. Sá mikli meistari. Já, sá mikli meistari. Ég ætla að hringi hann á eftir og síðast þegar við vorum tveir saman og heyrðum í Brjánbrek, það var í Eyjum þar að koma mætti. Og hann er mikill aðdáandi þinn. Já, hann er ánægður með Gilsan. Ég er ekki ánægður með hann. I'm a fan. Svo ætla líka 2 harðir að leysa vandan. Við ætlum að gefa flöskuborð á austur og svo er það lagið á leiðinni heim, svo eitthvað sé nefnt. Hvernig hefur komið svolítið fyrir á stutta tíma? Á 2 klukkutíma. Já. Það er ekki hægt. Böðbar er að tala alltaf eins og 20 mínútur, ég lofaði því, sko. Það er að góða vinna þátt að hann verður hrikalega þéttur og ekki dauð sekúnda. Og þú ert ekki verið að spila eitthvað þunglit. Nú nenni ég ekki þunglit. Nú er ég á reiður. Hlusta á þetta. I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. To the throne, don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. These other niggas is lying, acting like the summer ain't mine. Got that hot bitch in my home. You know how many hot bitches I own. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone.
zone. Don't let me get in my zone. The stars is in the building. They hands to the ceiling. I know I'm about to kill it. How you know I got that feeling? Veit ekki ykkur en þetta lag kemur ennþá í hrikalega gýr. Föstudagur, 2 harðir til 6. Já, stutt í að við erum 3 harðir því að Bubbi Mortens er hérna rétt á kominn og já, við verðum að gefa Bubba Mortens það að hann er grjótharður. Já, hann er grjótharður, það er bara hann. Ég ætla líka að segja nokkuð uppáhaldslægið mitt er með honum. Já, hvað er uppáhaldslægið með honum? Segja kannski bara eftir það? Já, eftir, ég ætla að byrja hana. Já, svo ætlum við að heyra í umboðsmanni Van Damme og Svessi á leiðinni og fleira. Það er hrikalega. Við megum ekki lengur stríða Sverrir á þessi ástúkur. Nei, við fréttum það. Við skulum sleppa því bara. Já, bara hérna, hann bara hringdi í mig og bara nú hættur þetta grín, nú er þetta búið. Ég nenni ekki að stóta kjafta það leikur ástúkur og Nei, en hann er það samt. Já, hann var reiður og sár og ég nenni ekki að fá símtal á eftir. Herru, hann er á leiðin, okkur ræður þetta ekki bara við hann á eftir. Það er banna, búin að manna með það. Nú, ok. Herru, það er komið að slúðri hér í FM 95 Blu og já, ég ætla að byrja slúðurpakkan á Tom Cruise. Yes. En það er mikið búið að ræða hann upp á síðkastið og sérstaklega út af þessari vísindakirkju sem á að hafa verið að setja upp svona áheyrnapróf fyrir næstu kærust hans eða næstu konu hans. Þurfa það að fara í en audition til að fá að vera með Tom Cruise? Já. Kjóti það grjótast. sem að vísindakirkjan er að setja upp. En já, umboðsmaður hans þverneita fyrir þetta núna í nokkra vikur og mánuði og nú í fyrsta sinn var Tom Cruise actually að koma með yfirlýsingu sjálfur þar sem að hann sagði orðið rétt að það væri ekkert til í þessu en eina sem er að sko bögga Tom greið Tom að vinna okkar er að það eru nokkra konur búin að staðfesta að þær hafi farið í þetta áheyrnapróf. Já, málið er, mér finnst þetta bara mega sens. Það er þá Tom Cruise. Já. Nenn að standi því, hann er bara eitthvað að deyta, hann fór út á markaðinn, það er að fara að standi því að tala við alla sjálfur og það fara bara í audition hjá liði sem þekki Tom Cruise, skilur og það veit hvað hann vill, bara það er bara en audition, startu. Og heldur ekkert áheyrna, nei, sérðu hver er mættur. Bubba Gump mættur í stúdíóið maður. Ég er ránaði með það. Herru býttu, hvað, ég þarf bara að hætta með slúður eða? Nei, slúður. Slúður, herru, komdu að setja þetta í hodni. Herru. Viltu taka pásu á slúðrið og talaði Bubba eða viltu hvað? Nei, ok. slúðurinn Já, við erum að klára slúðri. Ok, þannig að þið finnst rétt að vísindakirkjan sé að láta konu fara í áheyrnapróf. Nei, ekkert endilega vísindakirkjan, það er bara rétt að það þurfa að fara í audition. Já, audition áður en það er að fara á stefnumót með Tom Cruise. Já. Þetta er allavega það sem er í gangi núna hjá Tomma. Okay. Svo er það Miley Cyrus, hún var í viðtali núna á dögunum. Ég veit ekki af hverju ósköpunum ég er að segja ykkur frá þessu. Hún er óreglumanniska. Já, hún er að fara að gifta sig. En hún sagði í gær í viðtali við MTV að hún ætlaði að láta brúðkaupi á smá ís þar sem að hún er að vinna í nýjustu plötunni sinni og eins og hún segir hérna, hún er að setja líf sitt og sál í þessa nýju plötu og hún á þessi plata á sennilega eftir að drepa mig og alla í kringum mig en ég mun gifta mig fyrir eða síðar en í mínum huga er ég nú þegar gift, sagði hún. Hvað er anskotanum við erum að meina með þessu? Af því að ég veit að ég og þessi maður hérna, þetta er einhver pappakassi sem þetta er einhver leikari ég veit að við verðum saman að eilífu. Ég verði til að setja pening á það núna að Miley Cyrus verður ekki með þessum einstaklinga sem eftir æðina. Ég segi hún verið singul eftir 4 mánuði. Æ, gefum nú giftinguna, ég segi svona 2 ár. 2 ár? Já, ég var aldrei að setja hellingspeningu á það. Hún er aldrei 2 ára, ég lofa því sko. Svo er það síðasta slúðrið og það er Simon Cowell, vinnur okkar, hann er brjálaði núna út í, þá hjá The Voice. Hefur þú hort á það eitthvað? The Voice, Kristján Aguilera og eitthvað liðan í dómnefnd? Ekki þetta að fara í það. Nei, núna hefur NBC ákveðið að setja The Voice sem er svona, á svipaði þáttur og American Idol og X-Factor upp á móti X-Factor á sama tíma. NBC er náttúrulega með The Voice en hins vegar er Fox með X-Factor. Bubbi var dómar í Idol, þú reifst það í gang Bubbi. Já, við erum að gefa Bubba það. Við ræðum það við hann hér á eftir, ég nennilega ekkert að vera með slúðu, að Bubbi mætir í stúdíóð, setjum á eitthvað hress, eitthvað stemningslag. Ekki eitthvað þunglindi. Ok, hlusta á þetta. Þetta er upp á slæðið mitt á stöðinni núna. Þetta keyrir okkur í gang, svo er það Bubbi Mortens sem er mættur inn í stúdíóð, við ætlum að ræða hans við hann. Gotta tell you, I gotta tell you, gotta tell you, gotta tell you,
Mental og lagi heitir Feel the Love. 2 harðir með ykkur hér á föstudegi. Já, reyndar eru við oddir 3 harðir núna. Það ekki flóknara því að Bubbi Mortens sem mættur hérna í stúdíóið. Komið í sælifélagar. Situr hérna beint á móti mér með sólgleru og inni að lesa séð og heyrt. Það er nú ekki harðara en það. Kaffibrún. Kaffibrún. Já, ég sé það, ég veit það. Þetta eru alvöru gleru líka. Sko, já. Nú eru þið félagar með svipaða klippingu, þið félagarnir. Ég er flottari. Já, ég veit það, en akkur þú ekki svona kaffibrún eins og Bubba? Ég veit, ákveður svona brútt, Bubbi. Heyrðu, Já. það er kallmennskan. Já. Ákamlega. Æf úti og rækta rósir. Á rækta rósir. Já. Ok. Harðu litið þið þar? Halló? Já, líka. Nei, þetta er lagsveiði, maður. Já, þetta er laxinn. Það er strax harðara að segjast þegar í laxeldinu var rækta rósir. Þú er laxabrunga. Nei, rósir, þú verður ekkert meiri matsjó. Heldur hann vera út í beði? Samuræjarnir. Já. Samuræjarnir, já, þetta var bara garðurinn, disciplínið, garðurinn, þetta mjúka, sko. Svo kom ekkur og dissaði þá, sko, og þá svona, það heyrið svona, og svo. Já, hausinn að, þú drepur mig ef ég fyrir að gera grína þegar fyrir að rækta rósir. Nei, vinnur, það er drep. Það er eitthvað sexy það, ég veit ekki hérna. Já. En Bubbi, þú ert ennþá að rífa járninu, eða ekki? Eins og ég. Jú, ég er að lyfta. Nú sitja á móti mér hérna 2 bodybuilders. Já. 2 bodybuilders beint á móti. Ég er amatör, ég er akfeitur, ég er þykkur. Já, góð þykkt. Já, það er góð þykkt í kallinu, sko. Það er líkilatriði. Þegar maður ætlar að vera svolítið chubby, þá bakkar maður upp með smá þykkt, sko. Hann er svolítið mjór og feitur, það er ekki málið, sko. Nei, það er ekki gott. Það er alveg, sko, þetta eru handleikir. Það er gott í þér. Já, þetta er Jöfnbjörnsins þykkt er Jesuna. Hvað er þetta að rífa í á? Þetta er á nesinu, þetta er heima bara. Já. Þetta er með gym heima. Disciplín. 6 í morgun, Já. þá fór ég út, lifti, tók bekkinn, Já. tríceps, Já. bíceps, axlir, Jöfnlega ánægður, já. síðan fór ég inn, hjólaði og horfði hérna á nautaat. Ég nautaat alveg brjálaður. Ok. Horfði á nautaat og svo síðan var það bláber, já, svo mikið af bláberum. Það var bara bláber, sólber, mango, jarðaber og og banani, smá prótein, smá sojamjólk, gomma spínati. Þetta er... Hvenær er Bubbi Mortens vaknaður á daginn? Ég vakna svona 5:30, 6. Og rífur alltaf í játinn 6. Það er árangur. Ef þú æfir svona, það er viðbjóður, sko. En það er árangur. En þú vaknar 5:30 til þess að æfa? Já. En hvenær ertu að fara svo? 10, 10:30. Já, þú ert akkurat auðvitað mig. Ég vil frekar vaka eins lengur og sofa til 10 kannski. Já, sko, þú veist, ég kom bara á þann stað, þú veist, ég vil quality. Já. Út úr lífinu, bara quality. Já. Er ekkert quality eftir 10 á kvöldinu? Nei. Það er ekkert að gera. Nei. En ertu að hlaða einhverju fæðubútrar með núna? Já, ég er að taka prótein. Já, tjóðlir ánægður. Þú ert ekkert með stera? Nei, ég var á styrum í gamla dag. Ég tók Anadora-bólan, Prima-bólan, Testoverandi, tók þetta allt. Og þá var ég að keppa, það er engin tilgangur að taka stera og bara að pumpa. En það ástæði fyrir þessu unglegur í dag? Já, ég meina, halló, og svo fór ég í einhvern læknir til að fá þetta allt og þetta var En varstu það bara íslenska læknir sem var að svo fór hann og sagði hann já, hvaða íþrótt þetta var, ólympískar sagði. Já, heyrðu, nei, þetta er ekki gott bara að taka þetta. Nú sagði, nei, þú er að taka sko, þú er að fá lyf sem styrkja sinarnar, þannig að vöðvarnir sé ekki að rífa sér lausa og eitthvað svona. Ég bara, já, komdu með það líka. Og svo hallaði hann sér aftur, hann er dáinn sem maður, hann er Kristján. Hann hallaði sér aftur og sagði, já, þið verið nú að vera samkeppnisæfur á alþjóðamarka. Svo var alveg rétt hjá hann, það voru allir og eru allir á þessu. Halló. Þetta eldan bara í þitt, jöfnbjörnsins. Það er ekki að ræða þetta, en svo, þú veist, svo bara tók músikinn yfir og allt það, en þannig þú varst að keppa í ólympísku liftingum? Já, grjótaftur. Já, 107,5 snörun, 73 kíló og ég á 142,5 jafnendingu, 73 kíló. Það er grjót, 73 kíló. Jú, þetta kannist sterkur. Þannig að þú ert svona nettur Rod Stewart í þér. Þú ert að velja á milli ólympíska liftinga eða tónlist? 1980, Rússland, engir ólympíuleikar, bjargaði mér, ég gerist bara pönkari. 1980, þá voru við að fæðast. Já, voru við að fæðast vel að. Það var engir ólympíuleikar. En málið er það, noti benni, þú, sko, sterar gera ekkert fyrir þig. Þú þarft að vera íþróttumæður upplagi. Þetta byggir allt á æfingum og mataræði, æfingum, þú veist, ég með rússneskan þjálfara, sem sagði, sko, ólympíuleikarnir, taktu ólympísku liftarana, hentu að þeim 8 til 10 kíló, þá færðu raunverulega þyngd og það eru hrikalega þyngdir, hrikalegar.
Þú veist, maður sem er að jafnanda 240 kíló, takt á hann 10-15 kíló og hann er samt að jafnanda þetta, skilur þú. Steirarnir gera bara svona lítið, þú veist, þú þarft að vera í alvörunni íþróttamaður. Þetta er mataræðaræfingar. Það er bara FM 95 blöð. Þetta gerist þegar maður er með 2 bodybuilders hérna í stúdíónu. Þannig að burtu með steiranuti, hentu satt út. Þetta við, þú varst að spila hann lekur að því steiraolía. Og hættu þú að steiranuti. Egil getur bakkað það. Ég hef aldrei gert það. Það er Bubbi að segja það að hætta staurum, sko. Já, en þú veist það sjálfur, Egil. Ég hef aldrei gera það. Hann hefur reynt það. Það er að finna. Spáðu hvað hann er klikkað. Bara veit, nú komið þér í alveg rosalegt set. Þú glemt þessu. Nei, Ötti hefur ekki verið að dæla í sig. Hann er búin að duglegur á þetta. Hann mætir alltaf á æfingu og duglegur í mataræðan líka. Já, það sést alveg. Halló, bara gríðalegu munur á þessum dreng. En hvað er að frétta? Já, ég segi það. Það er bara svoleiðis. Þorsteins, svo hættum við að ræða þetta. Hvað er þú þarf að byrja með nýjan þátt? Á morgun, nýr þáttur í loftið. Já, beint frá bíli. Beint frá bíli? Já, það er gott nafn. Já, er þetta einhver hugmynd sem að þú ert búin að ganga með sjálfur, eða? Já. Málið er það að Íslands sjónvarp hefur ekki verið að sinna tónlist sem slíkri. Þú veist, menn fá fyrir náðamiskun 1 lag, 2 lög. Ríkissjónvarpið með þess að gera tónlistaþátt, en það er bara 1 lag, 2 lög. Það er ekki, menn fá ekki að koma og spila í 40-50 mínútur. Já, það er gerast hjá þér? Já. Okay. Og þá hugsaði ég með mér, hvernig get ég matreitt þetta þannig að þetta sé bæði sjónvarp og óvinnulegt. Og þá hugsaði ég með mér, ég tek hérna tónlistamannin út úr þægindaramónum. Seta hann inn í einhverja stöðu sem hann er ekki verið áður. Og svo hugsaði ég, hvar á ég að gera þetta, skilur? Á ég að gera þetta upp í Breiðholti, í Írafjalli eða Ferjubakkanum með eitthvað svo list? Nei, förum við þetta á bóndabæina. Og þá tek ég bóndan út í sínu þægindumhverfi. Hann, þú veist, bónd er ekkert vanur á að Björgun allt í 70 cm fjarlæð og veist að spila á tólstrykja. Bónd vil bara verið stígvælurinn í einhverju rugli, sko. En gæti það ekki orðið vandræðilegt? Þetta hefði ekki orðið alveg hrikalegt. Alveg bara, sko, nei, en það sem gerist er það að þetta er bara gargandi snillt og til dæmis á morgun held ég að, þú veist... Hver er fyrsta þetta? Björgvin. Björgi. Og ég held að þessi hans... Hvor er kóngurinn? Björgun Halldórsson eða Bubbi Mortens? Það er eitthvað að ræða það, halló. Ég er að spyrja það. Halló, það þarf ekki að ræða það. Nei, veist þetta að vera dónaskapur og auðvitað að spyrja. Nei. Persónulega þess meira. Þetta bara, hann er óþroskaður og veit ekki betur. Það er bara eitt kóngur. Ekki spyrja Bubba hver er kóngurinn, sko. En ég er mest lístu vel að sættu, þannig að þú fer bara okkur bóndabæ, sparka upp hörðinni, sæll, Bubbi, ég ætla að syngja þetta. Nei, ég syng ekki neitt, ég ger ekki neitt. Ég hósta þetta. Tekur þú aldrei á gítarinn? Nei. Það er reyndar pínu leiðindi. Nei, það er í rauninni snildin við þetta. Djöfull var ég ánægð með því Eyjum. Það var alveg komið tíma og þú mætti bara og tækir öll þín bestu lög. Við vorum þarna í brekkunni. Já, ok. Þú var stórkostlegur. Það var geggjað. Já, ég sá bara, einmitt. Spilaði öll bestu lögin. Já. Þú átt að til að svona stundum leika þér að því að stríða fólki með að spila ekki endilega bestu lögin. Þetta var grjótart. Upp á stjóðatélagið mitt er Eyjan mín! Halló! Það er bara, mest æðislegt. Æðislegt. Þannig að ég röð, það var æðislegt. Það var stórkostlegur. En þú spyrja þetta í lokin, hver er efnilegasti tónlistamæður Íslands í dag? Nú ertu svona... Ég ætla líka að segja Bubba okkur upp á slæfund með honum, ég ætla ekki að glemma því. Það er lagið þú setur sér á. Nú, þá voru að segja mig það. Hvað segja það núna? Ok, það er Serbin. Serbin, samið í Portugal, áður en gengu í efnahagsbandalagið, ég rændi farastjóraðna og það var allt vitlaust, Ingólfur Guðbrandsson og allir þeist bara. Rændur farastjóra? Æ, þannig sé sko. Snera bakið og varstu hún í vasand og símanast? Stalinni, það var ekki, og hún var serbi. Ok. Hún er heilega skurðlæknir í dag held ég, mér lunga. Og lagið samið hana? Lagið bara þeist. Og hún var serbi og ég hugsa bara, inspirasjón, Inspirasjón? Þetta er rosalegt lag. Þetta er flott lag, ég er ánægð með þetta lag. Það er samt ekkert lag sem þú ert stoltur af en einhver öðru. Þú áttu þitt eigið uppáhaldslag. Breytist það kannski reglulega höfður? Þetta hljómar auðvitað alveg galið og já, auðvitað mörg sem ég þykir kannski vel heppnuð. Já. En uppáhaldslag, nei, þú veist, ég hlusta ekki á sjálfa mig, nema bara því ég er að vinna tónlist. En svo Hrafnhildur kona, hvað er uppáhaldslagið hennar? Heyrðu, nú kemur á mig vondan, en ég veit ekki, hún er auðvitað, maður segir bara respekt, vegna þess að hún hefur verið að sangast í diskónum mínum og er að kenna börnunum mínum lögin mín. Þau eru að hlusta á þetta mótnana og af því að ég hlusta ekki á tónlistina mína og ég á ekki tónlistina mína og mér þykir ekki gaman að hlusta Bubba Mortens, þú veist. Það hefur aldrei verið að keyra bara illa skella Bubba Mortens í dag. Setja Bubba í. Ekki nema því ég er að vinna tónlist. Það er allt í lagi. En þetta er svona svipa, sko,
þetta er erfitt að ég get alveg verið fyrir fram að spegil af mig ef ég er að boxa, ef ég er að gera eitthvað, þú veist, að lifta fyrir fram að spegil, þú veist. Það er æðislegt. Þessu gaman er það eiginlega. Já, en ég get gert það ef ég veist að tæknaæfing, snörun eða eitthvað svona, en ekki lift. En ég get boxað fyrir fram að spegil og þetta er svona svipað, hlusta sjálfan sig, það er bara svona, nei. Þetta er samt, nú sitja hérna 2 tónlistamenn, Egill Einarsson var náttúrulega í Mercedes Club og hann elskar að hlusta á sjálfan sig. Já, ég bara get hlusta allan daginn þessu vegna, sko. Já, en Bubbi, bara hjartanlega til hamingju með þá. Gaman að fá þig, Bubbi. Og takk fyrir að koma. Þú kíkja aftur okkar félagann, tala meira Hvað er þátturinn á morgun? 19:35. Já, allir... 19:35. 19:35. 19:35. Tekkið á því. 19:35. Betur 35. Og þá kveðju þetta stera horn hérna. Já, heyrðu, Öddi, hlusta á mig, ángríns, sem ég þykir vænti, þú ert vinur minn, hættu svo bulli, farðu bara að lifta og ekki nota neinn hjálpatæki. Kæru Íslendingar, það er landsleikur í dag. Hvernig var að hita upp á hamborgarafabrikunni fyrir leik og rölta svo yfir í Laugardal? Nú eða koma á fabrikuna eftir leik og fagna sigri. Bókaðu borð í síma 575755 eða á fabrikan@fabrikan.is. Hamborgarafabrikan. Í september eru sælkera tilboð í 10.11. 10.11, fljótlegt og þægilegt. SHI, Nova og Carlsberg kynna Oktoberfest SHI dagana 13. til 15. september. Framkoma Retro Stefson, Jón Jónsson, Ásgeir Trausti, Tilbury, Valdimar, Blas Rokka, Þórun Antonía, Sigur, Úlfur, Kirjama Family, Prins Pólo, Friðrik Dór, Moses Hightower og 1860. Miðasala er hafin á miði.is, miðaverð er einungis 4.900 krónur. Finnst þér tískuheimurinn heillandi? Elite leitar að þáttakendum í Elite Model Look keppnina. Ef þú hefur áhuga á fyrirsætustörfum og ert á aldrinum 14 til 22 ára og yfir 1,72 á hæð, kíktu þá í Smáralind á laugardaginn milli 11 og 3. Sjáumst, Smáralind og Elite á Íslandi. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði og trompaði daginn. Fáðu tromp. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og fyrir ykkur sem að fylgdast með síðustu viku að þá eru Egill komni með $1 million idea eða þú vildi meina að þetta væri your $1 billion idea. $1 billion idea. Sem meira en million. Já, tölvöld meira en million og líka þetta dollar, sko. Þetta er ekki billion íslenska, þetta er $1 billion. Já, sem það er mikill penningur. Það er hellingur. Og það var Jean-Claude Van Damme sem sagt að fá Jean-Claude Van Damme til þess að presentera smokka fyrir okkur. Og Jón Gunnar Gerdal, eða Nonni Tattoo eins og hann kallar að fjölskyldu sinni, græjaði fyrir okkur númerið hjá umboðsmannmas. Og hversu hart er það? Ég held núna á númerið hjá umboðsmanni Jean-Claude Van Damme. Það er grótart, sko. Einu sem ég hef ágjör að svara ekki, en ég vona að svari. Já. Því að hann mun ekki sjá eftir því að taka upp þetta símtal ef hann hefur áhuga búið til möðan í þessu umboðsmaður. Það ég get lofaði því. Þetta væri hans las, eiginlega. Já, hann er að fara að poppa kampaðin bara til svona 7 mínútur. I just heard the most awesome fucking idea ever. Hversu harður allir umboðsmaðurinn Van Damme ángríns? Hann er potið með eitthvað grjótaran umboðsmann. Potið eitthvað taekwondo snillingur, sko. Ringir? Hvað heitir hann? Þú að byrja það? Já, ég skal byrja. Hann heitir Jack Gilardi. Getum við báðið talað, þannig að maður veist það ekkert weird. Við erum bara báður á línni. Við erum 2 markasmenn frá Íslandi. Það er bara svo leiðis. Can I help you? Yes, hello, Jack Gilardi. Jack Gilardi, I'll give you a number to call the voicemail. Call 310. Okay, wait, I can't take his voicemail right now because I'm in a tight dilemma. I'm in Iceland. Oh, okay. Well, call back. The office will open in 1 hour. Okay, what's your name? Sue. Sue, okay. Are you working for Jean-Claude Van Damme? I work for ICMLA. Yeah, and Jean-Claude Van Damme, he's a client of yours, isn't he? Well, I really don't know all the clients, sir. You have to tell me who the agent is, and we give out the agent's voicemails until the office opens. Then you can get
fuller information from them. Yeah, the agent we're looking for is Jackie Lardy. All right, and I was going to give you his voicemail, but being that you're not able to take it, then if you call back and speak with the office, they'll be able to answer your question. In 1 hour? Yes. Okay, thank you. We'll call in 1 hour. We'll call in 1 hour. All right. Thank you. That'll be Los Angeles time. Yeah. Yes. Okay. Okay. You know, 1 hour in Los Angeles is the same as 1 hour in Iceland. That's the beauty about it. Oh, it is? So Yeah. it's 8 o'clock in the morning there? No, but 1 hour is 60 minutes here. It's amazing. Oh, okay. Yeah. Okay. All right. So we'll call. Back in an hour then. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. Have a good day. Bye. Ok, við þurfum að ringja aftur eftir klukkutíma. Þetta gæti bara verið að fara dett inn. Já, ég veit. En heyrðu þess að sko, hún sagði ringi eftir klukkutíma á LA-tíma. Hvernig var hægt? Þið er ekki klukkutími, alltaf bara klukkutími. Já, hún skeit þarna sko. Já, hvað stríðin aðeins? Já, þetta var illa gert að það. Fattaði ekki djókin. En hérna, við ringjum þá bara eftir klukkutíma. Já, þá þannig að við ringjum aftur eftir klukkutíma og þá vonandi heyrum við í umbóðsmannum, við skulum fá eitthvað hressandi lag. Heyrðu, þú átt eftir að fíla þetta lag, Egill. Bring it. Það heitir Madness og með hljómsveitinni Muse. Þú meina bila, er það jákvæmt eða negativ? Ríkala jákvæmt. Þetta er eitt besta lag bara í heimi í dag, það er ekki flóknar það. Ok, það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Tveir hafðið með ykkur á föstu degi. Já. Bubbi Mortens farinn, þökkum honum að sjálfsögja kjallaði fyrir. Ég er líka fagmaður. Já, styttist í Chubby Little Swessman sem er með föstudagsleið. Svo ætla ég að hringi í Brjánbreka hér á eftir. Við höfum ekki heyrt í honum í smá tíma. Ásamt því að við erum að fara að heyra í umbóðsmanni Jean-Claude Van Damme. Já, maður hringi á hann eftir. Það er, segðu hvað, er mikið framöndan hjá þér? Ég er að panika að koma sér ekki fyrir, sko. En að Sweathard, hvað lag er hann að fara að taka í dag? Ég hef ekki óskalað þetta, sko. Ég veit það ekki. Það er bara... ég var áhyggjur af því. Nú er hann bara að mæta og syngja, veist, eitthvað. Nei, hann sagði mér hann alltaf að taka einhver óskala sem maður fekk sendt á netinu. Já, má ég býta mig í æli? Nú, hvað? Treystur ekki fólk í netinu? Ég veit að það var lélegt. Og hangir nú mikið á netinu sjálfur? Já, ég veit að það var lélegt. Ég skal bara lofa þér í lélegt. Ok, hvað er að fara í núna? Ákveður þetta að segja þetta? Þetta er dagskrárliðið sem er að koma í þættin minni hjá okkur rétt og eftir. Hvernig var að byggja frekar upp? Og segja bara að það hafi verið hrikalega gaman. Og getur verið geðvægt. Já, herru, það er komið að Sturlunum staðrindum. Erstu til í það? Já, ég elska Sturlunum staðrindir. Það mun komið að gott skap aftur. Ég komið mér gott skap. Já, herru, ég ætla að byrja hér á fyrstu. Heilinni er miklu aktívar á nóttinni heldur en á daginn. Heilinni meiri eða heilinni öllum? Heilinni öllum. Ok, aktívari? Sturlustaðin, hann er aktívar á nóttinni en á daginn. Það er ótrúlega. Heilinni þér, hvað heldur það komið bara inn á insane facts? Nei, ég ætla bara að tala, þú sagðir heilinni þér og horfður á mig. Þá er ég að tala um alla. Ok. Já, og manstu, Bubbi var að segja aðan, hann fyrir að sofa klukkan 10 á kvöldin og vakna 6 á mótnana, þannig að heilinni í honum nær aldrei svona sitt mesta. Hann satt næði þá alltaf 8 tímum samt. Já. Sko, en hérna... Ég er enda þekkið alveg sjálfur, persónulega. Mér er alltaf að dreyma eitthvað djóðis kjaftaði. Þið að dreyma alltaf eitthvað djóðis kjaftaði. Nei, ég er að tala um þegar ég er andvaka til dæmis og sopna kannski ekki fyrir 2-3, þá fæ ég oft svona mína bestu hugmyndir á nóttinni. Það er alveg staðfest. Þú andvaka bara að stara á... Já, þá fer ég ofta að skrifa eitthvað í stand-upið. Hefur vaknarstundum bara grátandi? Nei, lausa það. Þetta er bara, eftir einhverja martröðu eða eitthvað. Að vakna bara grátandi? Nei, en fyrst að þú ert að spyrja mig, þá lítur þú á lengt í. Nei, ég bara, ef það gerist þetta fyrir þig, þú mútt alltaf, þú mútt hringja mig hvena sem er. Og það sem klukkan sé 3 og kannski 3 dagur, þú vaknar hágrátandi, hringdu bara í mig. Ég hef aldrei vaknað grátandi. Nei, ég er að stinga upp á þessu. En ertu ennþá, þú veist, hvað kallar þetta þegar þú ert að þukla og gáfa fólki í svefni? Sex and B. Já, ertu ennþá það? Hvað, ég bara losnið við henni sjúkdóm myndur og vingu það? Já, það er ástæðan að því þú er ekki að liggja við hliðina. Ok, má ég svo koma með 1 punkt? Auden Blondell, Mr. Perfect. Nei, ég er sem er ekki með neitt sjúkdóm, þú er bara fullkominn. Að því er ekki sex zombie? Hörðu, manstu, þegar við félagarnir vorum að taka upp ameríska drauminn og við lágum saman upp á hótelherbyggi, það var svona 2 metrar á milli rúmanna hjá okkur og manstu Auðun, nú ætla ekki íka neitt, þetta er bara sagan sem gerðist. Þegar ég ligg sofandi, vakna, segja hlustundu sögun, ég vakna, opna augun, þá stendur yfir mér, ert að skrifa upp í rúm á tippinu. Nei, ég var í brók. Þú varst ekki í brók, þú sefur aldrei í brók, hætt að ljúga fólki, segðu það bara, varst á limnum. En ég var sofandi. Ég var að lappa í svefni. Hvað varst að gera samt? Ég veit ekki. Þú varst að lappa í svefni yfir til mín og ætla að leggjast upp hjá mér.
Nei, herru, áfram Já, það kallar mig sex-zombie, þú ætlaði svona að renna honum inn í mig úr í Ameríku. Er eitthvað að þér einn? Ég var að lappa í svefni og því miður þá bara fór ég til þín. Þú varst að vara kúri sem sagði Nei, ég bara haldi um kærastu mínu þessum tíma eða eitthvað. Mitt auðbrá og sagði, hvað er það að gera? Já, ég man eftir Hvað er þú að gera? Af því að, veistu hvað, þegar fólk er að lappa í svefni, það átti ekki að vekja það, vissur það? Já, þú varst hvað átti að gera, bara að gera niður um mig og það eru kontið fyrir rúmið. Þú geta sagt bara, auðvitað minn, snúðu bara við og leggstu aftur upp í. Það er sem að mamma mín og kærustur hafa gert í gegnum tíðina. Auðvitað minn, farðu upp í rúmið. Já, þú átti að vera blíður þegar fólk er að lappa í svefni, þú átti ekki að vekja. Því ég man, ástæðan fyrir ég man eftir þessu, að mér brá svo þegar þú vakti mig. Þú veist bara, hvað átti að gera? Ég bara vissi náttúrulega ekkert hvað ég var að gera. Já, hvað átti ég bara, bara gently. Auðvitað minn, ég sé þú komum byrja limnum upp í rúmið til mín. Vilt ekki leggast upp í rúmið og hérna hafa það gott. Má ég halda áfram með sturlaðar staðreyndir? Ok, næsta. Hundur er með 10 hljóð sem hann gefur frá sér, en kettir yfir 100 sturlaðar staðreind. Og þetta kom mér vel á óvart, því ég held að hundar væri með fleiri hljóð en kettir. Er ekki kettir bara með? Það hefur spurt mig þá að ég alltaf verið með 1 hljóð, mjá og voff. Nei, ég hefur aldrei heitt bara í hund og eitthvað svona. Og þú veist, þetta er ótrúlegt, bara 10 hljóð. Og kettir 100. Herðu þá næsta, einn af hverjum 8 hjónum í dag kynnast á internetinu. Já, það með ekki sens. Já, það er samt svolítið há tala. Ég meina, nú ertu bara með Facebook og Twitter og allar samskiptasíður. Þetta er ekki flókið. Þú bara loggar inn, leitar að okkur í kellingu þar, býtur á pók, síðan segir hún, hvað varst þú að póka með hann og get? Já, bara ferskur en þú, síðan bara date, skilur. Þetta er ekki flókið. Já, og svo giftist þið. Já. Já, þetta var létt í þar eitthvað. Já, í staðin bara að fara á okkur bar og, sem ég bjóði í glösu. Nei. Akkur tala alltaf allir eins og sé þroskættir í kringu þið, eða það er eitthvað sem að þér hendar ekki. Það er alveg ótrúlegt, bara, hættu þessu. Herðu það á næsta, Albert Einstein lærði aldrei á bíl. Já, ok. Sturlu staðrind. Já, ok. Hann var heimskur til að læra bíl, er það bara þannig? Nei, sko, hann lærði aldrei á bíl, svo var ég með sturla staðrind daginn, þar sem hann byrjaði ekki að lesa, byrjaði ekki að tala fyrir hann á 9 ára. Hann hefur verið að late bloomer, maður. Einstein var bara eitthvað pappakassi. Já, hann átti sína stundir. Svo er næsta, 97% af vatni heimsins er ódrekkanlegt, sturlu staðrind. Það er svoleiðis? Já. Til að missa hálft kíló þarf það að brenna 3500 kaloríum. Já, ég gilsa hann að missa það. Vissir það? Ég er personal trainer, sko. Svo er næsta. Tönnin er það eina á líkamæðinum sem getur ekki lagað sér sjálf. Eða lagað sér sjálf. Já, það sem þetta fattir tannlæknis, sem er eitthvað leiðilt sem þetta er að gera. En þú fer samt alveg til læknis og handleggsbrotnar og annað, en það grói samt. Veistu hvað ég ætti að gera þegar ég var eitthvað 9 ára, 10 ára eitthvað? Fór til tannlæknis, bara hélt ég verið að færa routine check, bara eins og allir gera. Labbaði út með 8 tennur. Gun. Nei. Ég að segja það. Ég labbaði bara inn og bætti að kíkja í routine check og svo allt í góða feeling. Hörru, það reif 8 úr. Er það þá sem frekjuskarðið þitt kemur? Já, síðan var það lagað, sko. Já, ég veit, en kemur frekjuskarðið þetta því að þú tekið svo mikið að tönnum úr þér? Já, því ég var teinaður upp, sko. Já, ok. Ég var teinaður vel upp hann að það var sko. Já, en veistu hvað, ég leti eins og þér, ég var út í tannlæknis. Ég var svo, nú er ég ekki að grínast, ég var svo ruglaður sem krakki og ég var svo hrættu við tannlæknirinn að það gerist einu sinni þegar ég var að fara til tannlæknis á Selfossi að þau létu svæfa mig. Og hann gerði við alla tennurnar og mamma sá svo eftir þess að ég var fárveikur eftir þetta. Það er samt veistla, ég hef oft beðið að svæfa mig, það er ekki hægt. Nei, það er bara, þetta var ekki veistla. Varstu bara svæfður út á svo leiðilegur? Var tannlæknirinn bara auðvitað að koma en hann verið svæfður? Nei, af því ég var með nokkra skemmtir og þá var svo erfitt að gera við tennurnar mér af því ég bara grét og öskraði og bara snarr ruglaður. En hvernig var það, hélt bara mamma en munninum opnum og sofandi, eða? Ég veit ekki, ég var sofandi. Svo þetta er eitthvað sem ég og Sveppi og spurja mútt úti á þriðjudaginn maður. Af hverju létt svæfa mig. Svo er næsta. McDonald's selur 75 borgara á sekúndu. Sturlu staðrind. Það er mikið. Var að sjokkur, hvað er hún feitir? Það tækir þig 1700 ár að skoða öll vídjón á YouTube. Sturlu staðrind. Já, ég er ekki að fann því. Nei, þú líkast ekki að fara að lifa í 1700 ár. Ég nenni ekki að standi. Svo er það næsta, þetta er enda gömul sturlu staðrind, en hún var hann inni í dag og hún er einu minni uppáls, ég veit ekki hvort þú veist þetta, en mér er það næðisleg. Flóðhestar svitna rauðu þegar þeir vera reiðir. Það er gott. Þetta er einu minnum uppáls. Það er rosalegt. Já, þannig að þú ert bara að labba fyrir með flóðhest og sér allt í hennu bara svitinni og hann með rauður, get the hell out of it. En ef þeir eru bara ferskir og hlægjandi og bara skokkandi aldrei við betra skapi, þá kannski bara venjuleg sviti. Það sér aldrei flóðhest bara skokkandi sko. Svo er það næsta og síðasta, á hverjum degi stundar 200 miljón manns kynlíf, 400.000 börn fæðast og 140.000 manns deyja. Sturlu staðrind í lokin. Það komið eitthvað deyju. Nú er þetta komið að gera með tungletur á því. Nei, þetta var líka kynlíf
og fólk að fæðast. Þannig að þetta var bara circle of life. Þú voru styrlaða staðreyndir dagsins, styttist í Swessman, hann hérna á leiðinu með föstudagsslagið, Brjánbryggi, ekki bara ringi Brjánbrygga rétt bráðum líka. Og já, næsta lag, Egill, þú ert að koma þér í gírinn, eða ekki? Landsleikur í kvöld. Já, alltaf gerast. Já, og það hérna haustfagnaði 365 og svona. Er þetta ekki besta lag, Rihanna? Jó, ég er ekki frá því. Only Girl in the World. Já, nú... Ég var alveg til að dansa þetta núna. Já, ég var til að kórna með þetta. Í gírinn, Rihanna, Only Girl in the World. Föstu dagur, 2 harðir með ykkur. Styttist í Brjánbrygga og, já, Chubby Little Swessman sem þetta rétt ákomin. Blondell. Já. Hérna, í gær varst þú og Hjöbbi eitthvað að tala um okkar 10 hluti svo elskar við Hjöbba okkar. Nei, við vorum, Hjöbbi bað mig að segja eitthvað 10 hluti sem að ég elska við hann. Já, þú gerir það. Nei, ég breytist í 7 og það var hvað ég fíla það. Ég vil það núna. Viltu hvað? Það sem þú gerir við Hjöbba, þú getur ekki sagt þetta á Hjöbba en ekki mig. 10 hluti svo elskaði mig, bring it right now. Nei, nei. Hörðu, af hverju gerir það Hjöbba en ekki mig? Af hverju breytist ekki 10 hluti sem ég fíla ekki við þig? Nei, ég er ekki verið það, það er ekki fallegt. Það ríður mig niður rétt fyrir og opna mér eitt ískaldan korona. Bara 10 hluti svo elskaði mig út af lífinu. Nei, við breytum þessi 7 og það er hvað ég fíla. Ekki hvað ég elska. Ok, hvað það fílar? Já, bara hvað ég fíla. Ég er ekkert að bara segja þér hérna bara, já, það sem ég elska við þig ég skal bara segja einhverja 7 hluti sem ég fíla við. En að segja, ok, höfumöndastanir, þetta eru hluti sem þú fílaði mig, en að segja samt, þetta er þessi elskaði við þig. Nei, það er ég ekki bara að segja. Ok, hluti nummer 1 sem þú elskar. Hluti nummer 1 sem þú elskar. Ok, ég skal gefa það að þú ert fyndinn. Ok, takk. Ok, þetta er svo aðstæðilegt. Hvað er aðeins? Það er gaman. Þið eru svona trúnókur og þú að Hjöbba. Þú gerir þetta á Hjöbba ekki aðeins? Já, ég veit það. Og hvað þarf ég að gera allt við því sem ég gerir á Hjöbba það? Númer 2, og ég elska við hvað á Traustur. Þetta er svo vant. Númer 3 sem ég fíla við þig. Elskar hvað ég Traustur. Það er bara, hvað, þetta er ekki ægt. Já, ok, hérna. Hörru, þú ert bara að lefna 2 hluti. Já, númer 3 sem ég fíla þig er, og er húmor fyrir sjálfur þér. Ok. Númer 4 sem ég fíla við þig er, My Amazing Chest. Nei, það er ekki Your Amazing Chest, það er erfiðar að gera þetta með þig, heldur. Af hverju er erfiðar að gera þetta með Hjöbba? Elskar Hjöbba meira en mig? Nei, minna. Hvað, þú ert gjafmildur. Ok, takk. 4, þú ert ekki nískur, mjög gjafmildur. Númer 5, sem ég fíla við þig. Hvað er komið margir hluti? 4, já. Hvað er hérna? Já, hvað er opinn? 6. Opinn og svona, ekki tala tilfinningar mínar. Hvað, er eitthvað að þér eiginlega? Hvað er terminn á það? Nei, bara, þú veist, þú ert að kynna fólki og svona, hress og opinn og skemmtilegur. 6, hérna, bara... Þetta er gaman, ég geti verið svona, heimdum þessi 20. Gátt með fallegt hár og 7... Ég var á Robby Carter bara í morgun, sko. Já, 7 reyndar, ok, ég skal gefa þér eitt. Ég elska við að þú komst mér í gott form. Ok. Eru bara 7 litir? Já, maður bara 7. Það er til 10 þendar. Nei, farðu það ekki. Þetta var veistla. Nú er bara, wow, hvað búið að ríða mig upp. Já, Ef það er eitthvað að vera þunglið í mér, þá var það farið, sko. Já, þetta er sant, þetta er alveg sikalóð. Viltu að ég kom með 7 litir þig, eða? Hvað, viltu það? Nei, bara, þú veist, ég get bara, minnst það sangjant. Hvað er það? Hvað er með 5? Ég get komið 10 þess vegna. Ég get þess vegna komið 20. Já, ok. Ég elska gátt góður í blackjack. Já. Og það hefur út ógæslega góður í, sko. Já. Ég elska gátt góður í sleik. Ég vissi þetta, þetta er ástæðan fyrir ég vildi ekki fá þína hluti. Ég vildi að Hjöbbi myndi segja sína hluti. Ég vissi þetta væri bara eitthvað svona á þér. Nei, sko, ég er ekki bara... Ok, góður í blackjack og sleik, er það sem þú elskaði mig? Það er ekki í lagi með þig. Aldrei farið með þér í sleik og... Nei, bara þú veist, ég veit, þú ert góður kissari. Er einhver að kæra sem segir lélögu kissari? Nei, er það sem að þú elskaði mig? Já, ég veit það bara. Hugsaðu. Ok. Ég elska hvað góður að tala um ókunnugt fólk og láta ókunnugt fólk gera eitthvað sem það tekir ekki neitt. Ok. Þú veist, ég gæti mikið á því í ameríska draumnum, bara auðvitað talaði hennar græja það og bara græja það. Já. Ekkert veginn, það er hæfileiki. Já. Ok, ég elska að þú býðir með til Benidorm. Já, það var einu sem... Já, þetta veit. Til dæmis þegar ég segja þetta, þá mátt ekki gera það oftar. Já, ok. Ég elska hvað þú ert hérna
Góðu að drekka áfengi. Herru, þetta er komið gott. Við ætlum að fara hérna í örstu skilabóð. Sverrir Bergmann er mættur hérna í stúdíóið og svo er Brjálbreki og, já, hvað var áttu líka? Já, við ætlum að ringja umboðsmann Jean-Claude Van Damme. Ég vissi bara að það er martur að fara hérna að leik með þér. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bræðlaugana á Kæru Íslendingar, það er landsleikur í dag. Hvernig var að hita upp á hamborgarafabrikunni fyrir leik og rölta svo yfir í Laugardal? Nú eða koma á fabrikuna eftir leik og fagna sigri. Bókaðu borð í síma 575755 eða á fabrikan@fabrikan.is. Hamborgarafabrikan. Kaupum á allra vörum Gloss frá Dior og styrkjum okkar veikustu börn. Gæludýr, hús, fatnaður, snirtivörur, hjól og margt fleira fæst á sölutorgi.is. Þegar þú vilt gefa eigum þínum nýtt líf, þá veistu hvert þú ferð. sölutorg.is. Finnst þér tískuheimurinn heillandi? Elite leitar að þáttakendum í Elite Model Look keppnina. Ef þú hefur áhuga á fyrirsætustörfum og ert á aldrinum 14 til 22 ára og yfir 1,72 á hæð, kíktu þá í Smáralind á laugardaginn milli 11 og 3. Sjáumst, Smáralind og Elite á Ísland. Lagið heitir Too Close. Sverrir Bergmann Magnússon var nú mættur hérna í stúdíóið, já, ásamt Halldóri Gunnari með gítarinn, en þeir þurftu að fara eitthvað fram og sækja eitthvað nögl. Já, það fór okkar flakk. Já, það var eitthvað smá vesen, eða sleitan streng eða eitthvað svona. Já, það er eitt sem hérna... Þeir eru allavega mættir, þannig að föstudagsslagið er bara núna eftir 4 mínútur. Ég var ágjör að því, en hérna, ég vona að vera gott hörðu. Það er allir þreytt okkar, Ben Stiller alltaf niðurlega þetta landið með þessu tweetnum sínum. Nei, hann er ekki alltaf að lofa landi. Já, hann er að lofa það, en er svona að lofa það svona með svona á dissi. Okay. Kannast ekki dissi svona, út svona, hittir fyrirhundi kærastunni með einhvern gæja og þú veist hann heitir Halldór og hann segir hérna, Hafþór? Já. Blessaður, Hafþór. Halldór? Já, við erum alls sama, ok. Já, skemmtu ykkur vel, svona diss. Já. Hörðu, hann twittaði í gær, hérna, það sem hann ætlaði að greinilega segja var Seyðisfjörður at sunset, crazy weather, microclimate ever. Hann skrifaði að segja sko að stafaði Seyðisfjörður. Nei. Seyðisfjörður. Já, ég meina... Seyðisfjörður. Kannski bara því að hann kann ekki íslensku. Nei, veitu, flóki, hörðu, þú ert á okkur stað. Getur ekki bara spurt, hörðu, er eitthvað með hérna nafni á þessu stað sem við erum ástráð? Ég ætla bara að skrifa það rétt. Hvernig stafar það? Hvernig stafar það? Hann skrifaði D-E-S, Seyðis, F-O-J, Seyðisfjörður, aftur O, Seyðisfjörður, það þýr Seyðisfjörður. Íslandsvinnur Egil þó hann stafi Rulla sér til að stafi þetta rétt, þú er hérna á klakanum okkar. Hvað, ertu frá Seyðisfirði, það voðalega? Ef ég væri á Seyðisfirði, var ég fucking brjálaður nú, ángreis. Seyðisfjörður. Hefði hann skrifað Sauðárkrók og svona, þá var ég pist. Nei, ég meina, stafa þetta bara rétt. Þú ert í Bandaríkjunum, eftir ykkur götu, stafa það ekki rétt. Þetta er ekki kínverska. Svessi nú mættur hérna aftur, er langt í Halldór eða? Nei, hann bara er á leiðinni. Ok, sleitan streng eða? Já, he is the sweater. Herðu, þá bara að taka eitt lag og svo fáum við föstudagslægin. Svessi, hvaða lag er þetta? Það er Piano Man, það er Óskarlag í gegnum YouTube. Hvað? Piano Man er geðveitt lag. Já, geðveitt svona kortri á ég hengi mig. Sunnudagur, lítill límur og geti búið þetta hengja mig. Ég get lofa ykkur því, það eru sem betur fyrir ekki... Piano Man í. Hvað vilt þú heyra? Það sem betur fyrir ekki allir mjög blíðlegan tónlistarsmekkan úti og ég var til í að heyra bara eitthvað good shit, ekki Piano Man. Hvað er good shit? Býtum í æli í fötunni hennar. Þetta fyndið dæluljóðar. Við hinn erum allavega spennt og Piano Man kemur hérna eftir örskamastund. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where I'm all on it. Sverrir Bergmann er hérna hjá okkur og já, Halldór Gunnar er búinn að laga gítarinn og þeir eru að fara að hjóla hérna í föstudagslegið sem er að þessu sinni Piano Man. Og hver var að biðja orkalag? Herðu, það var, við erum búin að reyna að vera duglegir alltaf að setja þetta á YouTube. Já. Sagði YouTube. Ég sagði YouTube. Og hvað? Varstu beðin orkalag? Já, þannig ég ákvað, var ekki sniðið þetta eitthvað? Já, ok. Þannig að þetta er orkalag fyrir einhvern sem er brútið heim. Já, þetta var einhver, ég er að reyna að finna þetta einna. Frábæra hugmyndi á þessum
Og svo ætlum við líka að heyra hér í Brjánbreka. Brjánbreki hérna rétt handa við hotnið. Og svo ætlum þú að gefa flöskuborð á Austurreið. Já, hvernig við gerum það? Ég aftur að fara út á Miklubraut og... Já, nema við hendur þér úr og ofan núna. Æ, Auðun. Og nú þarf stelpa að vinna þetta því að vann strákur síðast. Já, það er jafnréttið þettinum. Ég er ekki að fara úr og ofan, samt. Já. Nei, no. Herru, þá veit það þessum hlutum svo elskaði, mig ekkert fengið fólk til að gera hluti. Já, ég veit það, sko málið síðast fór ég út í peysu. Ég geti farið í mjög þröngum ból út núna. Það er asnalt þar að út að bera ofan út til, ég geti verið skotin bara. Gæma haglæbissu bara, hvað er þessi gæði að gera ofan núna? Það er bara þetta sem ameríska drömmum, check out the burger. Hörðu, en Tartmouth. Já, fyrirgeðu. Hérna, má ég biðja óskalag fyrir næstu viku, svo drullum við ekki eftir áður og komum með eitthvað pianomenn kjátaði. Út svo frekur eiginlega, það er bara að verður hálf pirrandi sko. Það er nefnilega 5 hluti sem ég hata við. Búin að segja að ég er búin að drulla og hann er ekki eins og byrjar að syngja. Nei, ég bara, lagið sökkar ekki. Ég verður að hans performance muni rífa lagið upp á annað level, mögulega. Ég er tilbúin að gefa því séns, en næstu viku vil ég Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Hvaða lag það? Þarna, frægasta lagið hans, shitið þarna. Time to say good. Þetta er búið til fyrir þig. Þið Andrea Bocelli er það sammeilið, þið eru báðir blindir. Nema hann er ekki siðblindir. Ertu tilbúin? Ertu tilbúin? Ok, ég ætla að fara með en open mind inn í þetta lag. Ég vona að þetta... Halldór hann líka situr hann í liðinu og hann bara lemið út með einhver leiti. Halldór, þú ert klár. Allir klárir. Þá bara strákar, take it away. Þetta er föstudagsslagið Piano Man. Piano Man, virkilega vel gert, óskarlag fyrir einhvern út í heim. Hvað sagði hann hétti? Sjómælisjök eitthvað? Já, Sjómælisjök. Hann heitir Hernan. Ég fæ eiga næsta lag og það er Andrea Bocelli. Það er hvort að Piano Man lag og pakkar því saman, ég lofa því. Hvað er Loverboy að fara að gera helgina? Herðu, ég er að fara á haustfagnaðin í kvöld. Já, með 365. Og svo er það bara chill á laugardagina því að vinur minn er að fara að skýra á sunnudagi. Ok, á að taka á því í kvöld? Já, eins og bara hell í því alkohol. Kanski. Ok. Farðu varlega. En þið, hvað ætlir þið að gera helgina? Við erum nú ekki mikið að fá okkur uppdrákanir. Nei, þið er ekki þekktir fyrir það. Við erum ekki bara að leiða ykkur auðvitað myndauðun. Jó, Sveppur að fara að skemmta og kalla okkur til Vodafone. Þannig að vera ykkur frá Vodafone að hlusta, laka til að sjá okkur eftir. Já, það er bara drull yfir hérna vinur minn Harry þar. Já, er hann að vinna við Vodafone? Lóður rétt niður úr sig, bara í lífinu og öllu, voru að pakka hann saman. Já, ég læti Harry að heyra það eftir. Harry er toppmaður, hvað er það? Það láta hann heyra það, sko, hann er allt niður úr sig. Svo náttúrulega Árni Ragnar frændi, hann er að vinna þetta, hann fær að heyra það. Hellinga Vodafone. Svo ætlum ég líka að kíkja á haustfagnaðinn. Jó, það er eitthvað, það er landsleikur og ég held að það er eitthvað í loftinu. Já, það er mikið stemning í dag og kvöld og ég held að vera allt vitlaust. Já, það verður tróðið bænum að 100%. Líka búið frá sól og svona. Það gerir helling fyrir mann að sjá gula fíblið. Já, ég elskar sunshine. Já, ég elskar sunshine. Það er ekki bara að fá hérna, ekki að fá eitt lag og ringja svo bara í Brjánbreka. Má ég ráða laginu að það koma eitthvað autalag? Það er að koma autalag. Já, frábært. Þetta er reyndar, ég trú ekki, ég hef aldrei, herðu, ég er bara búinn að spila hress lög fyrir þig. Það er ekki þunglindi í þessu lagi. En þetta er... Nei, ég veit fá okkar sem niður yfir 200 slög á sekundur, sko. Þetta er geggja lag, sko. Þetta er Audioslave með Like a Stone. Jésús Kristus. Svo ætlum við að ringja í Brjánbreka hér strax eftir þetta lag. Ekki missa því. Ég er að æla. Langt inn í herti. Ég æla á mig. Hætti að vera svona neikvæður og leðilegur. Skal tala um að það er sunshine og eitthvað. Ég hlýtti einhvern tíma að fá að ráða okkur lögum hérna. Mátt velja næsta lag. Ég spæði lag og eftir. Mátt velja næsta lag. En þetta er stundum, það er eins og að vera með smábanni að vera með þér inn í stúdíónu stundum. Já, takk fyrir það. Stýtt því að við hringjum í umboðsmann Jean-Claude Van Damme. Og af hverju er það eill? Út af því að við erum með $1 billion idea. Sem er? Jean-Claude Van Damme. Mikið rétt. Og það er búið að segja okkur að hann er mættur inn á skrifstofnu hjá sér. Þannig að það er vonandi að hann svara okkur. Ringjum ég hann eftir örskama stund. En talandum að ringja einhvert þá ætla ég að bjalla núna í félaga minn Brjánbreka og ég hef ekki, það er langt sinni heyrði í Brjáninu. Það er höfðingi. Já, og ég veit hann svara því að hann sendi mér SMS á þriðjudaginn. Ertu alveg hættur að ringja í kettlinn? Þannig að... Hættur að ringja í kettlinn? Það er nokkuð ljóst að hann... Skrifa hann K-J-E, kettlinn. Kettlinn. Því líka meistari. Já, það er vel gert í ánum og við skulum bara tekka hérna hvort að Brjánbreki svar ekki örugglega. Nú, rándi hringing. Ég var að fá mér að bíp og það var svo nett. Hver er það? Sælun Hörs, þetta er Hauti hérna. Blessur, þú mikli meistari. Nýtt númer? Æ, þetta er bara ég með leyninúmer núna. Númer, sami hominn. Já, skemmtilegt. Hvað er meistari? Það er ég góður að langt sinni heyrti þig maður.
Býta, áttu ekki að vera í London núna? Nú, okkur? Þetta er ekki einhverju ólympíuleikar fatlaðara? Það er ekki að læna. Ég held að menn með svona lítinn skaufa væri að geta í því. Þetta er stemming bara. Það er föllun. Það er meistari með þér. Herru, Egil Gils með mér hérna. Er þetta Gilsarinn? Blessaði meistari. Blessaði Gilsari. Blessaði maður. Herru, takk fyrir síðast í eigum. Já, takk fyrir síðast maður. Manstu þegar ég segi, hitti og sagði pitbull, það er ekki bara einhver hundur. Já. Manstu þetta? Jú, mér rámar í það sko, það var good shit maður. Það var frekar nett. Nú, þú er bara verið með frýtt grínefni fyrir hann í eigum. Blessaði Rassus, sagði það. Svona segir bálkum. Gilsari, það er partí hans í. Partí hans? Já, ég var aðalgæðinir hérna í kallandi.is. Jú, það var frekar nett. Hann er stundum að lifta með mér út í sport og svona á til og svona. Ég var alltaf líka aðdáðandi hans. Partí, já. Ég var alltaf rífast menn sko að hann væri meistari. Já, það er meistari sko. Já, hann sem frábær strákur. Það er mikill meistari sko. En einn gæði sem er ekki meistari, það er þessi helvítis Björnbræ. Hvaða? Ég hata hann. Áhverju, hvað er með þig og Björnbræ? Hann er að byrja alltaf með ömmunar þátt sín. Ég er með hugmynd. Hætta að kalla þetta týndu kynslóðina og fara að kalla þetta týnda mongolítar. Brján, hættu þessu. Þetta er bara, erðu Brjánbreki? Býta eins, ég þarf eins að segja. Gilsari, ég legg til að kalla þáttinn týnda mongolítar. Brján, ég þarf eins að setja á hold, býta eins, ég þarf eins að setja á hold, Brján, býtu. Ok. Egil, hættu að hlæja öllu sem að maðurinn segir. Hvað? Nei, ángríns. Hættu að bara, ég renni úr hláturinn í öllu sem hann segir. Ég bara hlæja að meistarunum. Já, það er bara, þú ert að kveika í honum. Já, má ég ekki að hlæja? Það er lítlum Björnbræ og eitthvað. Já, ég bara, sko, ég get ekki bannan að hlæja, sko. Ertu þarna? Blessaðu, meistari. Sællvinur. Hvað er á í kvöld? Herru, það er haustvagnar 365 og eitthvað. Ok. En þú á að kíkja á landsleikina? Landsleikin hverju? Boccia? Nei, þessi landsleikur í fótboll. Hefur það keppi Boccia? Nei, hann landsleikur í fótboll. Það er Ísland-Noregur. Hvað er hann? Hann er korter í 7 byrjan. Ok, anskotning, ég ætla að fara þá að horfa hund kúka, þannig ég kemst ekki. Þannig ég kemst ekki. Nei, Ég ætla að horfa hund kúka fyrir ykkar. Ég fylgist ekkert með fótbolta, ég held bara með Liverpool og horfa þá leiki. Það er einu sem ég horfa í fótbolta. Já, ok, þú grjótarðu pólari. Já, en frendi minn, Broddi, hann segir alltaf, Broddi frendi minn, sem var með mér í eigum. Já, alveg rétt. Meistari. Hann segir alltaf mér að Manchester United sem er ykkar lið, hann segir alltaf þessi einu fleiri því að dómarinn er alltaf með mér liðið líka. Já, hann fyndin hann Broddi. Hann segir þetta alltaf. Er hann að skemmta með þér? Já, en auðvitað. Já. Og kannski Gilsar líka. Gerðu heimilið snirtilegra með Bíkó. Flokkunartunnur, míkróklútar, glerhreinsir og gólfhreinsir. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Stærsta afþreyingar og skemmtihöll landsins í Keiluhöllinni Egilshöll í Grafarvogi. Universal kynnir spennumyndina The Bourne Legacy. Jason Bourne is in Manhattan, confirmed. Jeremy Renner. He's supposed to be dead. Edward Norton. What are you gonna do? I'm gonna finish what we started. The Bourne Legacy. Komin í bíó land allt. Þér er boðið í afmælisveislu Kringlunar helgina. Kringlan, kondi afmæli. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijú. Trompaðdaginn, fáðu tromp. Brjánn, hann er ekki lengur Brjánn? Nei, hann er ekki lengur á línunni. Nei, hvað... Það eru smá mistök hérna. Tækni. Já, döttun auðlýsingar og kliftist á línuna. Ég verður bara að ringja eftir í hann hérna. Nei, maður sé að það er á tali. Þið ringið menn eftir örskamastund, það er komið Óskarlaginu. Hvað viltu, Egil? Ég ætla hérna Too Late með Thorn Anthony. Brjánn er ekki að svara okkur, ég veit ekki hvort hann að fara í eitthvað fínu eða eitthvað maður. Þetta var skvítið. Já, þetta var, og Brjánn, ef þú ert að hlusta, þá var það ekki við sem að köttuðum á þig, það bara duttu hérna inn auglýsingar í mitt símtal. Biðst afsökun á þessu, Brjánsi minn. En fyrst að hann svarar ekki, ef þú þá ekki bara ringja í umboðsmann Jean-Claude Van Damme.
Hvað verður gaman ef hann myndi svara. Já, það væri stórkostlegt, ég ætla að stimpla hérna númer hans. Þannig að ég á að gera, þú ert umbóðsmaður Van Damme, þú ertu að busy með henn, sko. Já, en hún samt sko svaraði okkur að konan. Já, hún sagði okkur ekki, þetta er klukkutíma, það er nákvæmlega klukkutíma síðan. Já. Ég verð geðveikur, við segjum allan að henni frá hugmyndinni, konunni, ef að hérna... Já, ef hann svarar ekki, ég er að stimpla hérna númerið, þú vilt segja eitthvað við hlustendur með hann? Sæl hlustendur. Ok, komi. Hvað heitir hérna? Jack Gillard, þetta er ekki umbóðsmaður hans? Jú. Jack Gillard. Hann var það nafns ég heyrt. Nei, ok, ég get ekki tekið þetta hérna í gegn. Ok, þú ert aðeins að tala um umbóðsmenn, hérna tala um hlustendur, ég þarf að gera þetta hér. Já, hlustendur, hvernig hafið þið það þá? Er ekki alltaf feeling? Ég er að fara að gefa flöskuborð á eftir. Flöskuborð. Veitu hvað það er? Það er vodkaflaska með öllu blandi og borð á austur á besta stað. Þú veist, þeir hlustu F95 blöð, við erum ekki að gefa ykkur geisladið, svo kostar 1500 kall, eins og allir aðeir útastættir á landinu. Við erum að gefa ykkur flöskuborð, svo kostar 40 skall. Veistu af hverju? Út af við erum í fokkin F95 blöð, þetta er það? Þetta má gæða þetta? Nei, okkur kemur þetta ekki inn í gegn. Ég get alltaf að spjalla hlustendur, það er ekkert mál, sko. Ok, þetta er sant, það er eitthvað vesen í gangi. Okkur nægir þessi ekki inn í gegn. Það er ekki með ykkur tæknilúða þarna frammi sem getur græða þetta fyrir okkur félagana. Sko, ég á að kunna þetta, býtu. Þetta er bara, sko, ég sé út á hann pirraður núna. Nú vil ég verður bara þolinmóður og slakað á, þetta græjast. Ég er að segja, ég er útskýrður fyrir hlustendum hversu góð þessi gjöf er flöskuborðið. Já, þú ert að fara út á eftir og í umferðina. Já, og það var flauta á mig og það sem margir klikku á síðast og margir flauta á mig en þú veist það er ekki nóg að flauta bara, þeir voru að stoppa í bílinn og segja og hitta á mig. Ok, nú að það voru þetta hennin. Ok, please. Þú byrja að tala. Ertu allt neyruð þið? Nei, akkur er þetta ekki. Út allt neyruð þið? Nei. Út allt neyruð þið? Halló? Það heyrðist ekki píp. Halló? Já, ég heyr ekki neitt. Já, skeist. Þetta er bara vesen. Já, þetta er og hvað, þú bara ekki að fá okkur $1 billion eða? Út af því að þú kannt ekki að tækna það. Hvað, viltu ég reyna þetta eins og enna? Já, hvað er það að hringja mörg símtölur úr stúdíu, svona ángríns? Mjög oft, já. Og er eitthvað breytt mæla... Nei, ég held að það væri komið í gegn núna, byrðans. Ok, ég verð reiður að það kemur ekki núna þinn. Já, þannig að á öst... Það er fullt af fólki hérna, maður sjá. Er fólk að hringja inn, eða? Sko, þið er ekki að gefa flöskuborð í beinni, en hætti að hringja inn. Ég er að fara að gefa þetta með að hlaupa út af mikluböð til að flauta á mig, stoppa, ná mér, snúa mig niður, nei, ekki snúa mig niður. Og þá er það flöskuborð. Þvílík veisla. Þetta er versta útvarpi heimi. Já, þetta er bara, mér er að fara að líða illa núna, það er sko að koma sótt núna en svona ángríns. Ekki skýta á þig. Þetta skýta á þig, ja? Er þetta drull á þig? Aftur? Það var bara græin eitthvað bilu. Ég er að segja það og þess vegna skelltist þú orðið að brembreka á hann. Þurfum við ekki að fá okkur tæknilúða en ekki okkur... Halló? Róbert, það er nú hengið í mig. Þetta er dött. Nú hengið í mig. Herri, ég byrst afsökun á þessu. Þetta er bara ekki að þetta. Við skulum reyna þetta meðan að live my life. Við þurfum að redda hérna bara lúða meðan við setjum lag á. Við þurfum bara að hringja í umbóðsmann Jean-Claude Van Damme í næstu viku því miður. Það var eitthvað eiginlega takkana þetta. Já, ég er búinn að reyna hérna og við erum konum með þrígór sem er snillingur hérna á dökunum og það er bara eitthvað bila hérna. Þess vegna símakerfið hjá okkur er í einhverju smá fokki. Já, þetta er ekki gott við þunglitið, sko. Nei, hann var skelltist á brjámbrekagreið og við náum ekki að hringja umbóðsmann Jean-Claude Van Damme. Já, hvað hefur gerð þá félagarnir? Eigum við þá ekki bara að fara að repla með henda þér bara út í umferðina eða? Gefa flöskuna? Já. Sko, ég ætla að útskipta nú fyrir fólki sem er að keyra hérna rétt hjá Skaftahliðinni. Sko, ég mun vera skottastöðnum á bólnum, það er kalt. Ég vil eitthvað flauti sem fyrst og keyra upp á kant eða beigja til hliðar. Ég vil að má ekki vera umferðarslys. Keyra upp á kant og bara segja sælliti og þá var það bara klárt. Og það þarf að vera kona, það vann karlmaður síðast og það er jafnrétti hér í þessum þætti. Já, við erum að fara að gefa einhverjar konu flöskuborð núna. Já, flöskuborð á austur. Herrin, þá er líka eins gott að þetta virki þá ég geti hringt í þig og heyrst í þér. Já, guð minn almáttur, nú er ég fann að panika yfir því. Já, sérðu hvað við erum háði símónum hérna í þessum þætti? Veitu, nú getur ekki sem að gefa flöskuborðið það? Jó, maður sjá. Prófum, herru, fara hans fram með símaðinn. Já, ok. Herru, ef fólk er hringið inn í þátti núna, við endilega sleppa þið. Við erum ekki að fara að gefa neitt hérna í beinni útsendingu, þannig að þið getur gleymt því. Og við þurfum að bara tekka, þetta er í fyrsta sinn sem að við erum í algjöru rugli hérna með símakerfið okkar. Ertu til eða til að prófa að hringið? Ok. Það ætti að vera hringið núna. Halló?
Þarna ertu. Ok, þetta hægt. Þetta klárt? Já, hlauptu bara út. Já, ég hleyp bara út. Þetta er svona ákveð. Nú færst þú að næst út. Nú dagskjálfurinn gefið flöskuból á austur og Egill er kominn af stað. Já, ég labbaði út. Já, ég heyri þér. Þú ert þarna? Ég er þetta sko, ég labbaði fram í norður. Það er enginn en það er tómt. Já, það er allir farin á haustfagna. Já. Allir engar hella fyrir tenni, þeir félagarnir bara... Já, það er ykkur vitleysingar mætti fyrir utan, hann er búin að leggja og bíða, það þarf flöyt, sko. Já, það er ekki hægt. Þú ert að fara á samastáðu síðast, þú erum að fá smá flautukonsert. Já, við erum flautukonsert. Það er ykkur þeir að bíða til gilsana, menn. Það er blessaðagalið. Erstu komin út? Já, ég kom þeir að bíða. Það er að flauta á þau, hvað getur verið þarna? Það er að flauta á Miklubautinni, þið verður að fara á Miklubautinni, hvað er að svindla þetta? Bíðarnir fyrir utan, þau eru fullir, sko. Það er líka komið að konu að vinna. Já, þetta sýnir þetta ekki, þið er ekki konu, finnir sinni. Ég öskar á. Já, er kallt úti? Já, það er skítaköldi. Ok. Og ég er í ból, sun is shining, samt. Já. Þetta er til að koma smá gleði hérna, smá sólheimaglátti á gilsana, sko. Ok. Hann er hérna, það er einhver að flauta á mig. Já, fólk er byrjað að flauta hérna. Já. Já, það er bara konur. Fólk sér gilsan ef það er eitthvað stelpur á ferð. Já, þetta er klárt. Hæ? Já, það er kona hennar flautandi. Komið flöskuborðið. Strax? Hvað segirðu? Ekki? Það er bara heil fjölskylda að það komið flöskuborð. Nú hvað, er bara familjan að fara út á djammi? Hvað er að fara á djammi í kvölda? Já, bara hannig. Þetta er að finna ykkur erfiðar leik. Ég er bara verið núti í mínúti. Já, býttu, er hún búin að beygja tíðin og allt? Já, hún er búin að beygja og negla upp á kant og allt klárt, sko. Það verður strætó að koma henni og við erum hún í akkur til stæðin þar. Hann er farið upp á hann og beygja til hægri. Það er strætó að koma aftan á hann, jésús. Það er að finna ykkur annar leik næst, þetta er allt og... Það er allir rautandi. Egil, passa að klessa ekki að strætóinn. Það var góður. Ég las það ekkert um henni dífa, þú var klesta strætó. Já. Hvað var það? Bara, það var snjór á göttunum og... Hann neldi niður, sko, og ég bara bremsaði og gerði ekki neitt og klesta á hann, það er bara, hvað ætlaðu að tala um það? Já, það var ekki til besti tími í lífunu þegar þú neldir á strætóinn. Nei, ég var ekki sjálfbrósandi þá, ég veit ekki það, en ég kom, en að settu Hattarvega og voru glöðar, ég kom inn. En við náðum ekkert einu sinni að fara í Honk if you're horny, þú bara gafst þetta strax og farin. Hvað ætti ég að gera? Fólk stoppa og nelda upp á kant, hvað ætti að segja, nei, fullt ykkur í burtu, þetta var okkur annan, þetta er ekki að rugglaður það? Nei, svona virkar þetta, við þurfum að gefa flöskuna og, já, Kottin, við erum eftir að taka lægi á leiðinni heim. Ok, bye. Þetta er ekki flókið, fólk að keyra á Miklabrautinni sá Egil og flautaði og búið að vinna sinn flöskuborð. Ég er enda sammála Agli, við þurfum að vera með eitthvað aðeins flóknari reglu næst og svo ætlum við líka að heyra í umboðsmanni Jean-Claude Van Damme í næstu viku, best afsökunar að það hefði ekki gengið núna. Hefur þú prófað nýja heilkorna pizzubotnin á Wilsons? Hann er trefjaríkur og inniheldur engan hvítan sykur. Láttu botnin koma þér á toppinn. Wilsons pizza, sími 581 15 15. Finnst þér tískuheimurinn heillandi? Elite leitar að þáttakendum í Elite Model Look keppnina. Ef þú hefur áhuga á fyrirsætustörfum og ert á aldrinum 14 til 22 ára og yfir 1,72 á hæð, kíktu þá í Smáralind á laugardaginn milli 11 og 3. Sjáumst, Smáralind og Elite á Íslandi. Tónlist, felgur, bækur, kvikmyndir, veiðarfæri og margt fleira fæst á sölutorgibland.is. Þegar þú vilt gefa eigum þínum nýtt líf, þá veistu hvert þú ferð. sölutorgbland.is. Universal kynnir spennumyndina The Bourne Legacy. Jason Bourne is in Manhattan, confirmed. Jeremy Renner. He's supposed to be dead. Edward Norton. What are you gonna do? I'm gonna finish what we started. The Bourne Legacy. Komin í bíó land allt. 30.000 viðskiptavinir eru í góðu stuði hjá okkur. Kynntu þér málið á orkusalan.is. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Come on! 100 leiktæki. Komdu að leika. Skemmtigarðurinn í Smáralind. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp.
Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Tveir harðir, búin að vera með okkur síðan 4 í dag. Spurning, veitu ykkur, þurfum að hafa eitthvað annað næstu ekki flöskuborð. Já. Út af því ég lafa bara út og fólk strax mætt og bara búið að flauta, þetta er bara búið. Ok. Þú þurfum ekki að finna eitthvað meira challenge út af því að þessi vinnur þetta bara heppin. Bara right place at the right time. Já, ég saman. Og voru eitthvað 2 fyllibettur komnar fyrir utan, sko, sem vildu flöskuna, sko, en þú veist, þeir voru með lim, sko, við vorum búin að segja að þetta er kona að vinna í dag, sko. Já, það gengur ekki. Og en eitt annað koncept, ég ræði laginu heim eða ekki, núna. Lagið á leiðinu heim, það er endur eina sem við erum eftir að gera, sko. Klukkan, það vantar 8 mínútur í 6 núna, við erum á leiðinu á haustfagna, að hitta samstarfsmennan, við ætlum að fara hérna, 5 mínútum fyrr. Ég vil heyra FM 95 blöð. FM 95 blöð, lagið? Já. Já, ok. Það er alltaf langt sem við höfum hlustið þetta á. Nei, ég verði frekar til að hlusta það en skúter viðbjörðin síðast. Skúter viðbjörðin? Já, alveg skelluð. Hvaða maður og fertugs aldrei hlustar eftir á skúter? Helling. Og fyrir utan það, ég stundum að koma upp í vinnutíðin, að fara á æfingu, þá ertu með skúter live in Hamburg bara í tölvunin og horfa á þetta. Ég hlustaði alveg á þetta, ég senda e-mail og með skúter live in Hamburg á bara í eyrunum. Já, 32. Þú hefur hlustað á tónleikana, þetta er drullega svo veist ekki hvað það er. Ég hef heyrt fullt af lögum með skúter. Þetta er eitthvað bestu tónleika sem ég hef heyrt. Live in Hamburg? Já, þeir eru í ruglinu. Já, ok, þá vitið það alltaf skúter að það vandur úti. Það farið bara á YouTube og skrifið skúter live in Hamburg 2010 útgáfan, 2012 útgáfan er ekki nógu góð. Já, og við byggjum stættur afsökunar á símakerfinu hérna hjá okkur á. Já, auðvitað bara að gera þessi annað svona vídeo og svo en F95 blöðvídeóið. Jú, en það þarf samt að vera eitthvað ástæða fyrir F95 blöðvídeóið kom bara því að við vorum að byrja með nýjan þátt. Það þarf að vera eitthvað svona ástæða. Ok, bara nýtt vídeo. Nýtt vídeo að því að koma haust. Já, haust bara, veist, hausttunglindi á fólkinu, maður þetta því? Já, ég er endur alveg til að gera nýtt vídeo, það er gaman. Við Egill þökkum kærlega fyrir hlustununa í dag. Við verðum mættur hérna mánudaginn kemur með, honum... Hérna, ég var næstum búin að segja Brjánirbreka, hérna Björn Braga. Já, við erum með hann að beða hérna. Og minni ég talandi Björn Braga, þá byrjar týnda kynslóðin aftur í kvöld og hvet alla til þess að tjekka á því, 7:30. Ég segi Áfram Ísland. Já, í opinni dagskrá á Stöð 2, endilega tjekka á Nilla og talandi Áfram Ísland. Þá er einmitt íslenska landsliði hjá Bjössa og Nilla í kvöld, þannig að tjekka endilega á því. Egill, takk fyrir daginn. Alltaf gaman að vera með þér. Takk ég vel á að drikka ekki, hann á komandi í stúdíuð og takk aftur hlustununa. Kæru hlustendur, við ætlum að enda þetta á laginu á leiðinu heim. Það var Egill Einarsson sem valdi þetta lag. Svona eins og litlu börnin vildi heyra sjálfa sig syngja. Leitar að þáttakendum í Elite Model Look keppnina. Ef þú hefur áhuga á fyrirsækjum